Þótt torgið sé eitt aðeins litið af göngugötu Striksins, heitir það samt tveimur nöfnum, Gamla torg hér efra og Nýja torg hér neðra. Áður fyrr voru háðar hér konunglegar skemmtanir, burtreiðar, en líka almúgalegri skemmtanir. Jón Ólafsson segir frá því að línustrengur hafi verið strengdur milli Turns Frúarkirkju og Ráðhússins og þar hafi gíglari gengið eftir þeim línustreng. En neðar hér stóð Ráðhúsið, merkt með sérstökum steini, og þangað safnaðist fólk unnvörpum þegar menn voru handhögnir þar eða hýttir við kagan. Framan á Ráðhúsinu hékk alinmálið sem allir urðu að mæla sitt alinmál við, en líka hinn löggilda ölkrús bæjarins sem allir ölsalar urðu að koma með öl og hella í til þess að mæla, svo rétt væri skengt, en líka annar og undarlegri kvarði sem franskur herramaður sem kom til Kaupmannahafnar undraðist stórum. Það var kvarði sem hékk í sérstakri keðju og var notað til mælingar á ónefndum líkamshlutum í skilnaðarmálum. En efst á Gamla torgi stendur það eina sem varðveitt er frá gamalli tíð, það er Karítasargosbrunnurinn. Karítasargosbrunnurinn er frá tímum Kristjáns konungs IV, mikil og merkileg smíð. Efst á honum er Karítas með börn sín. Allstaðar standa bunurnar úr og líka úr brjóstum Karítasar og drengurinn litli sem hún stendur hjá pissar. Í eina tíð voru Kaupmannahafnarbúar svo móralskir að þeir settu tappa í brjóst Karítasar og raunar líka í litla drenginn sem pissar þarna, en nú hefur ræst úr þessum móralsku þrengingum og jafnvel á afmælisdegi drottningarinnar nú eða konungs þá leikur brunnurinn 4 gullnum eplum og þykir mikil hátíðarbrigði af. Hér neðst við Gamla torg að vestan stendur Dómhöllin, byggð af C.F. Hansen, þeim sama sem byggði Frúarkirkjuna, en hér stóð áður Weissenhúsið. Weissenhúsið var munaðarleysingjahæli, þar sem 155 drengir voru gerðir að kriplingum til líkama og sálar upp á konungsins kostnað ár hvert. Og því miður réðu hér Íslendingar ríkjum hver af öðrum, lengst af Jón Torkelius, fyrrum skólameistari í Skálholti. Sigurður Sigurðsson frá Hlíðarenda var og hér Weissenhússtjóri. Weissenhúsið fékk einkaleyfi til prentunar íslenskurar biblíu 1736 og Weissenhúsbiblían er því prentuð hér. Dómhúsið stendur á 6 jónískum súlum og yfir þeim er áletrunnin úr lögum Valdimars konungs fyrsta með lov skal land bygges, en núna fært yfir í það danska nýmæli með lov skal mann land bygge. Við hliðina á var slútteríið, fangelsið, þar sem að garðprófastar urðu einatt að sækja garðstúdentana sem setið höfðu af sér óspektirnar hér.
Yorkspassage sem liggur upp á strikinu upp á Skinnaragötu er kennd við konsúl Reinhold York og var fyrsta umbyggða verslunargatan í Kaupmannahöfn. Hún kemur raunar nokkuð við breska sögu Íslendinga því að það eru margar sögur af því að léttlífar stúlkur áttu hér svolítið afdrep svona fyrir opinberu siðgæði striksins en hún er líka fræg Yorkspassage af öðrum samskiptum manna því að hérna upp í þessum húsum umhverfis Jórukleifina hóf danska útvarpið sendingar sínar 1924. Svo þessi ágæta Jórukleif hefur þjónað bæði breskleika holdsins og upplyftingu andans. Rétt neðar við strikið er Heilags Andakirkja, fegursta byggingarverk á þessari leið. Hún er byggð 1620 af Kristjáni IV og Jón Ólafsson segir frá því í brunalýsingu sinni að þegar bruninn gleypti hér þetta hverfi tóku söngmeyjarnar í Heilags Andakirkju að hringja en fáar bjöllur í bænum hafa fegurri róm. Nygade, Vimmelskaft og nú er það Amagertorf, Amákurtorg sem er nú eiginlega breikkun götuna fremur en torg en hér er það sem lífið á strikinu verður hvað fjörlegast þegar líður á daginn, blómakonurnar, ávaxtasalarnir og hver og einn sem vill skemmta öðrum, hann treður hér upp með það sem hann kann til. Amákurtorg eins og aðrar götur hér heitir þó ekki ófyrirsynju því að hingað komu bændurnir af Amákri, hollendingarnir með grænmeti sitt og ávexti og seldu hér og þar sem þeir fóru hingað yfir Háubrú, Haubrú, heitir neðsti hlutinn á torginu Haubrúplads. Þar stendur nú gosbrunnur, Storkabrunnurinn sem var svo umdeildur tíma að mönnum var kastað í hann sem héldu með honum og þar hefur sjálfsagt verið miðað við Caritas á gamla torgi. Jón Indiafari segir frá því að hér við Amákurtorg hafi staðið dægilegasta vertshús Kaupmannahafnar sem hann nefnir í minningum sínum Gorkik Inn og segir að þangað hafi enginn gengið bónleiður til búðar. Hér erum við nú komnir í Austurgade, neðsta spölinn í strikinu og fínasta hlutan af strikinu. Þetta var prómenadinn þar sem menn spankulerðu fínir með staf og hatt til að sýna sig og sjá aðra. Hér efst í Austurgade, þar sem nú er hið mikla verslunarhús Illums, þar upp á loftinu lést Jóhann Sigurjónsson eftir að hann fluttist af Johannevæ árið 1919. Ibs segir frá því að þegar hann fann dauðann fara að sér, bað hann að allir gluggar yrðu opnaðir svo sálin yrði frjáls. Síðan raða sér hér fyrir neðan upp hver staðurinn af öðrum sem tengjast íslenskri sögu og munum við fylgja þeim niður á Kóngsins nýja torg. Sund úr Austurgötunni blasir við Nikolækirkjan, Nikulásarkirkjan, ein elsta kirkja bæjarins, en þar eru nú sýningarsalir Kaupmannahafnarborgar og veitingahús. Líklegt er að Jón Ólafsson frá Grunnavík, sá mesti skriftarþræll meðal íslenskra manna, hafi borið beinin nálægt kirkjunni, því að hinstu orðin sem hann færir á blað eru á þessa leið, ef ég man rétt. Blómstráður urtagarðurinn eða flöturinn undir Nikolækirkju í fögru sólskíni.
Hér ofan Austurgötuna röðuðu sér kaffihúsin fínu sem þeir sóttu Fjölnismenn og Gísli Brynjólfsson. Uppi við Amorgartorg var Plæs eða Blesi, Gínelli eða Njáll, hér aðeins neðar, og Petrín, Pétur drengur hér rétt hjá. Aðeins ofar hér í Austurgötu bjó sá makalausi mann Þorleifur Repp sem gaf út sín blöð og var haldinn þeim ágalla að hlæja sem mest þegar hann reiddist, sem að kostaði hann lærdómstignina. Í þessu húsi sem hér stóð nr. 6 fæddist sá maður sem einn hefur borið konungsnafn á Íslandi, Jürgen Jürgensson, en hann var bekkjabróðir Adams skálds Ullensleger. Ullensleger segir af honum þá sögu að krókurinn hafi fljótt beygst. Einu sinni kom landafræðikennari í bekkinn sem þóttist víða hafa farið og þekkti veröldina vel. Hann sendi Jörund fram til að sækja landakort og Jörundur kom inn með kort af Sjálandi. Til móður Jörundar, Önnu Lett, kom H.C. Andersen til þess að lesa fyrir hana fyrstu ritsmíðar sínar og leita álits hennar, og hér upp til hennar kom Adam Ullensleger, bekkjabróðir Jörundar, og las henni fyrstu ljóðmæli sín. Þannig að móðir Jörundar á ekki lítið fóstur í dönskum bókmenntum 19. aldar. En hér erum við rétt að nálgast Kringluna á Kóngsins nýja torgi og stefnum nú þangað niður að hestinum sem svo heitir. Þó það sé nú Friðrik konungur 50 sem á honum situr, þá er hann aldrei annað kallaður en hesturinn. Þótt að Fagratorg, Kóngsins nýja torg, sem tekur við af strikinu, sé í rauninni óreglulegt í lögun, þá gerir krinsen eða trjákransinn það að verkum að það er eins og hringur. Allt kring eru byggingar klassískar eins og Englahöll, Hôtel d'Angleterre, en líka barokkbyggingar eins og Akademíið eða konunglega leikhúsið. Á miðjutorginu er riddaramynd sem ævinlega er kölluð hesturinn, þó að á honum situr sá galni kóngur Friðrik 50. Þetta er elsta riddaramynd á Norðurlöndum, var upphaflega steypt úr blýi, en á þessari öld var klárinn farinn að hallast æði og kikna í hnjáliðunum og lá við að kóngurinn færi fram af. Þá voru þeir fengnir til Utzon Frank prófessor og landi okkar Sigurjón Ólafsson myndhöggvari að móta hana að nýju og steypa hana í brons eins og hún muni upphaflega hafa verið. Þannig að þessi mynd fyrir aftan mig er að verulegum hluta áralangt starf Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara. Ofanvert við Kóngsins nýja torg
eru margar fornar bevertningar sem eiga meira en litla bjóra í íslenskum menntamönnum í gegnum tíðina. Hér fyrir aftan mig, það sem nú heitir Stefána Porta, var Míní eða Mjóni og þar sátu þeir löngum Grímur Thomsen, Gísli Brynjólfsson, Brynjólfur Pétursson og hver af öðrum því að þar gátu þeir lesið erlendu blöðin gratís. Og þar var Andersen, H.C. Andersen, sem Gísli kallar Andersen skálda. Ég talaði við hann andans dýpt og sálarinnar upphafningu, segir Gísli, og þótti lítið til hans koma, þó það væru þeir Jónas Hallgrímsson og Grímur Thomsen sem fundu hvað fyrstir manna gullið í skáldskap hans. Það var enda Gísli Brynjólfsson sem sagði síðar á ævinni þessa gullvægu setningu: ég skil ekkert í því að maður skuli alltaf þurfa að vinna fyrir peningum eins og maður hef ekkert annað að gera. En hér á hinu horninu er svo Hvítur, víðs vínstúi, stofnuð 1723 og hér sátu menn löngum og sagan segir að Jónas Hallgrímsson hafi setið hér einn saman það sama kvöld sem hann hélt heim í Pétursstræti og braut á sér fótinn. Ich gerne ha en gammeldans fram, já, takk. Hér inni hjá Hvíti er ekki hljómlistarmúsíkinni fyrir að fara. Hér í dimmum rangölunum geta menn setið við öldur sitt aldeilis í næði og látið tímann líða yfir sig. Þjóðsagan segir að Jónas Hallgrímsson hafi setið hér einn saman kvöldið sem hann slasaði sig í stiganum í Pétursstræti og síðan hafa margir setið hér, Árni Pálsson, Sverrir Kristjánsson og hver af öðrum, og ennþá má sjá Íslendinga hér þegar hingað inn er komið. Þetta er elsta öldurhús bæjarins og það sem best hefur haldið á sínu alveg fram á þennan dag. Þar sem við höfum lagt konunglega leikhúsinu til menn, leikara, dansara og söngvara og leikskáld, þá hefur konunglegi fagurlistaskólinn hér í Charlottenborg endurgoldið okkur þetta margfaldlega því að þetta hefur verið fósturstaður íslenskrar myndlistar allt síðan Sæmundur Hólm Magnússon innritaðist hér 1776. Hér gekk Einar Jónsson myndhöggvari, Ásgrímur Jónsson, Kjarval, Muggur, Júlíana og síðan hver af öðrum Svavar Guðnason og allt menn fram á okkar tíð eins og Tryggvi Ólafsson. Og hér bjó Bertil Thorvaldsen síðustu ár sín og hér hjó hann nokkur þau verk sem að til eru á Íslandi. En skammt héðan er mörg íslensk listaverk að sjá því að rétt handan við er Norræni menningarmálasjóðurinn sem hefur safnað íslenskum verkum og í Amalíugarði hér rétt hjá er íslenskur sýningarsalur sem sérhæfir sig í íslenskri myndlist. Í hinni virðulegu Amalíugötu nr. 6, skammt frá Kóngsins Nýjatorgi, hefur Kristján Dam nú tæpt ár rekið sýningarsal, Skag, Scandinavian Art Gallery og einvörðungu sýnt íslensk listaverk. Hér stendur nú yfir sýning á málverkum og vatnslitamyndum Eyjólfs Einarssonar og þetta mun vera 16. sérsýning sem hér er haldin á 8 eða 9 mánuðum.
Þetta sannarlega merkilegt framtak að sýna og kynna íslenska list hér í hjarta Kaupmannahafnar og sem betur fer hafi ekki öll verkin átt heimkvæmt aftur, heldur orðið hér eftir íslenskri list til sóma. En þótt svona sérsýningar séu hér að þá eru önnur verk til sölu og ég sé hér út við gluggana hina fögru glermuni þeirra Sigrúnar og Sörens í Bergvík á Kjalarnesi. Nýhöfnin niður á Kóngsins nýja torgi ein af perlum Kaupmannahafnar eða betur sagt eins og perluband. Að austanverðu raða sér gömul og litrík húsin. Þar kallað den glaði síðu, enda hefur þar orðið mörgum hált á vegum Bakkó et Veneris. Hinum megin kallað Akademísíðin eða den Smukkesíði vegna þess að akademíð stendur þar og miklu virðulegri byggingar. Hér númer 20 på den Smukkesíði í húsi þar sem H.C. Andersen bjó áður, bjó Júlíana Sveinsdóttir málari langa ævi, en neðar på den glaði síði átti Sigurjón Ólafsson heimili sitt og vinnustofu og raunar fleiri Íslendingar. Í bláu og fögru húsi, svolítið neðar hér, gullmakarans hús, gúlmagarins hús, þar sem Halldór Laxness lætur eftirminnilegan kafla í Íslandsklukkunni gerast, þar sem að Árni Magnússon hittir Snæfríði Íslandssól. Ég hef fyrir satt að Halldór hafi sjálfur gist það hús meðan þar var greiðasala. Þetta síki, nýhöfnin sjálf, gamalt mannannaverk. Til þess hægt væri að koma hér vörum og fólki að Kóngsins nýja torgi, en hér var annað megin hjarta bæjarins áður fyrr.